Fjármálaráðherra, fundarstjóri, ágætu ráðstefnu gestir. Ég vil þakka fyrir að tækifæri að fá að gera grein fyrir þessari rannsókn hér í dag. Þetta verkefni það fólst í mælingu á opinberri nýsköpun á Norðurlöndunum með tölfræðilegri nálgun og það til yfirgripsmiklar skýrslur verkefnið á vefslóðinni MEPIN.EU og þessi forkönnun hún fór fram á Norðurlöndunum 5, Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð á tímabilinu maí til október 2010. Könnunin hún var lögð fyrir stofnanir innan opinbera geirans, bæði ríkisstofnanir og stofnanir á vegum sveitarfélaga og héraðsstjórna. Og í flestum tilvikum voru það forstöðumenn stofnana sem svöruðu. Verkefnið, það var samstarfsverkefni Rannís og Hagstofa á hinum Norðurlöndunum og það var fjármagnað samkvæmt samningi við Norrænu nýsköpunarmiðstöðina, NICE. Við lögðum sama spurningalistan fyrir í Danmörku, Íslandi, Noregi og Svíþjóð en spurningalistin sem var lagður fyrir í Finnlandi var í nokkrum atriðum frábrugðinn megin spurningalistanum og það ástæðan fyrir því að upplýsingar frá Finnlandi eru ekki alltaf gefnar upp í þeim niðurstöðum sem ég kynni hér á eftir. Samstarfsfólk mitt á Rannís vann með mér við úrvinnslu á niðurstöðum og þá sérstaklega það Svandís Nína Jónsdóttir og Eva Dögg Þorkelsdóttir Diego. En strax í upphafi þá vil ég taka fram að þetta forkönnun, þetta fyrsta skipti sem slík könnun fer fram og það ber að forðast oftúlkanir á niðurstöðum. Ómar skilgreindi ágætlega hérna á ljóðrænan hátt nýsköpun, þannig að ég ætla nú ekki að fara í þetta stakla eftir honum, en bara í grófum dráttum þá erum við að tala annars vegar afurðanýsköpun, aðferðanýsköpun, skipulagsnýsköpun og nýsköpun á sviði miðlunar. Það sú nýsköpun sem þessi könnun nær til. Og spurningalistin sem var lagður fyrir, hann spurði fjölmarga þætti nýsköpunar eins og starfsemi og útgjöld, markmið, upplýsingaveitur, samstarf, fjármögnun, innkaup, hvata, stefnumörkun og hindranir. Heildar svarhlutfall var mismunandi en það ánægjulega var að svarhlutfallið á Íslandi var langhæst og það nú ekki oft sem það gerist. Það stundum sagt að Íslendingar séu manna erfiðastar að svara spurningalistum en það sannaðist nú ekki þessu dæmi. Þar svarhlutfallið það var 78% hér á Íslandi og en svona milli 40 og 50% á hinum Norðurlöndunum. Og forstöðumenn opinberra stofnana hér á landi eiga miklar þakkir skildar fyrir góða þátttöku. Aðeins til að konkretisera nýsköpunina að þá var fólk beðið að skrifa niður örstutt heiti á þeim nýsköpunarverkefnum sem voru með og ég bregð hérna upp á glæruna nokkrum dæmum afurðanýsköpun. Þetta mjög fjölbreytt flóra, ríksuguvélmenni, upplýsing- og miðlunarkerfi og svo verkefni sem við könnumst við hér á landi,
hugbúnaðarlaust til að skrásetja örnefni ofan á loftmyndagrunn, umhverfisvænir sjúkrabílar og svo framvegis, vélmenni til notkunar í skurðlækningu. Þannig að þetta mikil breidd og allt frá því sem við getum kallað á góðri íslensku low-tech og high-tech. Ef við förum þá í niðurstöður rannsóknarinnar og athugum tíðni nýsköpunar eftir löndum, að þá eins og hér hefur áður komið fram að allar þessar tegundir nýsköpunar sem spurt var eru algengar í opinberum stofnunum á löndunum. Það eru sem sagt og þetta yfirleitt á bilinu 50 til 70% og hér á landi hæsta tíðni í skipulagsnýsköpun og nýsköpun á sviði miðlunar eða milli 80 og 90% af stofnunum sem svöruðu að þannig nýsköpun væri í gangi. Og ef við tökum fyrir sem sagt þegar að öll nýsköpun hjá opinberum aðilum tekin saman, þá kemur fram að milli 89% opinberra stofnana á Norðurlöndunum stunda nýsköpun á einhverju tagi. Og þetta nánast sama mynstur yfir öll Norðurlöndin og sama mynstur hvað varðar ríkisstofnanir og svæðis- og sveitarstjórnarstig. Þannig að þessu ber öllum mjög vel saman. Og Ísland kannski aðeins hærra en hin Norðurlöndin. Síðan var spurt hver þróaði afurðanýsköpunina og það algengast að það yfirleitt að það fyrst og fremst eigin stofnun en hins vegar töluvert mikið samstarf og það vekur athygli að samvinna við fyrirtæki hún næstum jafn tíð og samvinna við opinbera þjónustuaðila þegar það kemur á þróun og nýsköpun. Og þessar niðurstaðar, hún gefur til kynna að þessi hefðbundna sýn á opinberar stofnanir að þær aðlagist með nýsköpun með óvirkum hætti nokkuð sjaldgæf. Það að segja að það eru þær sem eru með þessa sem hafa forystu með þessa nýsköpun en það þó umtalsvert samstarf við aðra í opinbera geiranum og eins í fyrirtækjum. Og samvinna við fyrirtækin mjög áhugaverð breyta sem gefur þarna sýn á tengsl opinbera geirans við einkageiran að búa til nýsköpun. Og eins og hefur verið minnst á áður, þá stundum litið á að opinberi geirinn sé eins konar kyrrstæður rammi utan hreyfiöfl í fyrirtækjageiranum. En við sjáum í þessar rannsókn að opinberi geirinn hann kraftmikill og nýskapandi sem hefur mikil áhrif bæði á opinbera þjónustu og yfir í fyrirtækjageir. Varðandi markmið nýsköpunarstarfsemi, þá það mjög svipað mynstur eftir löndum. Hjá flestum svarendum í öllum löndunum þá eru markmiðin það að bæta vöru og þjónustu, auka ánægju notenda og auka skilvirkni. Síðan spurt hvers menn leita eða hvert fara menn afla með sér vitneskju nýsköpun, svokallar upplýsingaveitur og varðandi það
upplýsingaveitur til að sækja í leiðsögn og nýsköpun, þá telja flestir svarendur tengslahópa, ráðstefnur og málstofur vera afar mikilvæga, en nema í Finnlandi, þeir telja slík fyrirbæri gagnslaus samkvæmt þessari könnun. En síðan samstarfsaðilar sem eru taldir afar mikilvægir fyrir nýsköpunarstarfsemi og þarna samstarf við aðra aðila, hvort heldur sem í opinbera geiranum eða einkageiranum, í milli 70 til 80% talið afar mikilvægt í Svíþjóð sem skorar hæst þarna, en hér á landi þá þetta hlutfall milli 50 og 60%. Og þarna höfum við sama mynstrið að það jafn mikil áhersla lögð á samstarf við fyrirtæki og opinbera geirann við nýsköpunin. Samstarf við aðra aðila nýsköpun algengast í Finnlandi og Svíþjóð. Það sjaldnar á Íslandi og Noregi en þó í meiri hluta tilvika 50 til 60%. Og alþjóðlegt samstarf, það sýnir líka svipað mynstur eftir löndum, og svo við tökum dæmi á Íslandi þá eiga 35% opinberra stofnana í samstarfi við erlendar opinberra stofnanir, en 23% eiga í samstarfi við erlend fyrirtæki. Innkaup sem aðferð til að laða fram nýsköpun, það bil helmingur svarenda á öllum Norðurlöndum notar innkaup sem aðferð til að laða fram nýsköpun, nema í Noregi. Þar þetta hlutfall miklu lægra en í hinum löndunum. Og síðan það hvaða þættir hvetja til nýsköpunar. Þá það fyrst og fremst svokallaðir innri hvatar, og þar svipað mynstur á hjá öllum svarendum, og þessir innri hvatar, við skulum aðeins skoða hvað átt við með því. Þessir innri hvatar þá fyrst og fremst stjórnunin og starfsfólkið inn á stofnununum, og það sem sagt allir sammála það að það stjórnunin og starfsfólkið sem á stofnununum sem drifkrafturinn í nýsköpuninni, og þetta mynstur svipað á öllum Norðurlöndunum. En það þarna eitt dálítið stórt frávik í þessu, og það litla Ísland aftur, og aðrar opinberar stofnanir hér á landi eru taldar afar mikilvægur hvati til nýsköpunar hér á landi, eða í 80% tilvika, og þarna hefur Ísland algjöra sérstöðu. Og ég hætti mér nú ekki til að koma með einhverjar kenningar það hvers vegna þetta en það væri áhugavert að ræða það. Síðan varðandi stefnumörkun og innri hæfni eftir löndum, þá áberandi hvað opinberar stofnanir hér á landi skora hátt, og hér á landi algengast að finna eftirfarandi þætti: markmið í nýsköpunarverkefnu, nýsköpunarstefna sem hluta af heildarstefnu, þróunardeild nýsköpunarverkefni metin reglulega, og svo framvegis starfsfólk hvatt til að koma auga á nýjar hugmyndir. Það virðist vera mikil gróska innan stofnananna eftir þessari könnun, og en þegar við skoðum næstu glæru þá kemur ýmislegt óvænt í ljós, að þó að það sé mikil gróska í nýsköpun samkvæmt þessari könnun, þá telja menn að hindranir fyrir nýsköpun séu miklu meiri hér á landi en á hinum Norðurlöndunum.
og það alveg sama hvað hvar við förum niður, það eru pólitískar hindranir og það eru stofnanatengdar hindranir og það eru innri hindranir og ytri hindranir. Nýsköpun á Íslandi mjög erfið. Og við skulum skoða þessar hindranir betur og það sama sagan þar. Það eru þær hindranir sem eru mestar hér. Það skortur á sveigjanleika í lögum, skortur á pólitískum hvötum, hætta á mistökum, skortur á samstarfi, ónógur tími, skortur á hvötum innan stofnunar, reglur koma í veg fyrir samstarf og tregða notenda. Og ég þarf ekki að minna þennan hóp á það að þessi könnun gerð í miðju afleiðingum efnahagshrunsins og Ísland skorar hæst á öllum þessum þáttum. En svo hérna eitt smáatriði sem heitir ófullnægjandi fjárveitingar og það nú ekki hindrun fyrir nýsköpun á Íslandi. Þar erum við lægstir. Og ég nú eiginlega hálf feiminn að kynna þetta hérna með fjármálaráðherrann fyrir framan mig. Hann kynni að fá einhverjar ekki góðar hugmyndir. En þetta vekur menn til umhugsunar hvað þarna á seyði. En ég myndi segja að hérna, en ef við tölum bara áhrif efnahagshrunsins hér á landi, þá geta þau komið fram í því til dæmis þarna hvað menn skora hátt á listanum hætta á mistökum. Það gæti verið sem afleiðing af því. En ef við reynum að nálgast þetta með jákvæðum hætti, þá gæti þetta verið, þá gætum við líka ályktað sem svo, eða gagnálykta sem svo, að menn hugsanlega líta menn á fjárveitingar eða minnkandi fjárveitingar einfaldlega sem að það ýti mönnum út í nýsköpunina en sem sagt hindra hann ekki. Þess að það sé menn bregðist við hérna niðurskurðinum með nýsköpun. Og þá verð ég nú að fara að stytta mál mitt en sem sagt með samantektinni, ég farið hratt yfir sögu með hana. Það sem sagt niðurstöðurnar eru tvímælalaust þær að á Norðurlöndunum þá fjölbreytt nýsköpun stunduð í ríkum mæli hjá opinberum aðilum. Skipulagsnýsköpun og nýsköpun á sviði miðlunar eru algengustu tegundir nýsköpunar og jafnframt hæsta hlutfall þeirra hér á landi með hin Norðurlöndin. Samstarf við aðra aðilum nýsköpun á sér sjaldan stað á Íslandi og í Noregi en hjá hin Norðurlöndunum. Samvinna og þróun nýsköpunar næstum jafn algengu við fyrirtæki og við aðrar stofnanir. Algengustu markmið með nýsköpun að bæta vöru eða þjónustu, auka ánægju notenda og auka skilvirkni. Innri þættir, svo sem stjórnun og starfsfólk, vekja helst til nýsköpunar og ýmsar vísbendingar stefnumörkun inn í hæfni hjá opinberum stofnunum mælast hærra hér á landi en hjá hinum Norðurlöndunum og svo það sem ég ræddi áðan að hér virðast vera meiri hindranir í vegi fyrir nýsköpunarstarfsemi en annars staðar á Norðurlöndunum. En ég þakka ykkur fyrir góða áheyrn.